Jæja, byrjum á þessu. Flest okkar þekkjum þessa mynd, heilaga fjölskyldan. Hún er alger hornstein í trúarlegri og menningarlegri hefð, mynd sem við sjáum eiginlega allstaðar og hefur djúpa merkingu fyrir ótrúlega marga. Og yfirleitt hún sýnd akkurat svona, það ekki? Alveg friðsæl, guðræð, fullkomin. Þetta mynd sem flestir kannast strax við. Hún sýnir fjölskyldu í fullkominni sátt, alveg lausa við allar áhyggjur heimsins. En, stoppum aðeins við. Þetta í alvöru öll sagan? Gæti verið að hinar fornar ritningar geymi kannski allt annar og, mun flóknari sögu. Við skulum kafa ofan í þetta. Sko, leið að við opnum Guðspjöllin sjálf, þá blasir við allt önnur mynd, saga sem í raun full af átta, flotta og algeri óvissu. Í staðin fyrir einhverja friðsæla iðlu, þá þetta eiginlega bara eins og spennusaga. Fjölskyldan neyðist til að flýja land í ofboði til að forða barninu frá morðóðum konungi. Svo upplifa þau martróð allara foreldra þegar þau týna syni sínum í 3 heila daga í iðandi stórborg. Ákvarðanir eru teknar í skyndi, byggðar á draumförum. Þetta ekki beint mynd af einhverju kyrrlátu lífi. Og þessi orð Maríu úr Lúkasargospelli eru svo sláandi, einmitt að þau eru svo hrá og mannleg. Hér heyrum við ekki einhverju glansmynd, heldur móður sem búin að ganga í gegnum ólýsanlega angist. Höfum leitað þín með harmi. Þetta eru orð sem sýna raunverulega þjáningu og ótta. Svo punkturinn í rauninni þessi. Ritningarnar draga upp mynd af fjölskyldu sem stöðugt á hreyfingu, í hættu og glímir við mjög mannlega tilfinningar. Þetta saga að lifa af, ekki bara friðsæla tilbeðislu. Og þetta leiður okkur að kjarna málsins. Hvernig í ósköpunum breyttist þessi dramatista saga flotta og angist yfir í þessa kyrrlátu og fullkomnu ímynd sem við þekkjum öll í dag? Jæja, svari kemur svolítið á óvart. Nú förum við yfir í sagnfræðina því hún áhjúpar að þessi ímynd í raun miklu yngri en flestir halda. Það sagnfræðingur að nafni Cecile van der Pellendiagri sem bendir á þetta. Hún segir að þótt málverk af Jesú, Maríu og Jósef hafi auðvitað verið til í margar aldir, þá var hugmyndin heilugu fjölskylduna sem sérstakt dýrkunarefni ekki formlega viðurkennt fyrir mjög seint eða á 19. öld. Og þegar við horfum á þessa tímalínu verður þetta ennþá skýrara. Sjáu þetta. Það líða næstu 1900 ár frá atburðunum í Biblíunni þangað til kaþólska kirkjan gerir heilugu fjölskylduna að formlegum hátíðistegi. Árið 1893 lykilárið. Það sláandi seint í sóunni, ekki satt? Svo, af hverju akkurat þá? Af hverju seint á 19. öld? Jæja, þetta var engin tilviljun. Samkvæmt van der Pellendiagri var þetta svar við gríðarlegum samfélagsbreytingum. Borgarlegan kjárfjónseldan var að vera nýju normið. Á sama tíma var veraldlegt vald kirkjunar að minnka mjög hratt. Með því að lyfta heilugu fjölskyldunni upp sem fyrirmynd gat kirkjan ávarpa fólk beint á heimilum þeirra og styrt þannig siðferðislegt vald sitt í heimi sem var að breytast. Þannig að myndin sem við þekkjum svo vel í dag í rauninni ekki bara sprottin upp úr Biblíunni. Hún alveg jafn mikið afurð síns tíma, 19. aldarinnar. Hún endurspeglar þáverandi hugmyndir hina fullkomnu fjölskyldu, miklu frekar en hinn ólgusama veruleika guðspjallana. Allt í lagi. Leggjum sagnfræðina og þessa friðsælu ímynd aðeins til hliðar og snúm okkur aftur að þínum dramatísku frásögnum Biblíunar. Hvaða dýpri merkingu gætu þær geymt? Hér kemur annar fræðamaðurinn í myndina, biblíufræðingurinn Marie Noël Thabut. Hún heldur því fram að þessar sögur séu ekki bara raunir einnar fjölskyldu, heldur séu þar stút fullar af táknrænum vísunum, svona samhljómum, eins og hún kallar það, sem tengja Jesú við alla sögu Ísraels. Mattheusa guðspjall vitnar í þessi orð úr bók spámannsins Hósea þegar fjölskyldan snýr aftur frá Egyptalandi. Þessi eina setning lykillinn að því að skilja táknana dýpt sögunar. Hún opnar dyr að allt annarri túlkun. Og út frá þessu afhjúpast 3 lög af táknræni merkingu. Í fyrsta lagi, Jesús syndur sem hinn nýji Móses. Rétt eins og Móses, þá sleppur hann við morð á ungbörnum og kemur frá Egyptalandi til að frelsa fólk sitt. Í öðru lagi, þá verður hann hinn nýji Ísrael. Spámaðurinn Hósea kallaði Ísraelsþjóðina són Guðs. Þegar Matteus heimfærir þetta yfir á Jesú, þá hann að segja að Jesús persónugervingur allra þjóðarnar, holdgervingu sögu hennar. Og í 3. lagi, þá það títillinn Nasaræi. Þetta meira en bara tilvísun í bær Nasaret.
Á hebrísku hljófar þetta orð nefnilega mjög líkt og orðin fyrir anga, sem vísar í spádóma afkvæmi af ætt Davids og einnig orðin fyrir helgaður og verndari. Hver títill afhjúpar því alveg nýtt lag af guðfræðilegri merkingu. Þannig að þegar við lesum sögurnar og þennan hátt, þá sjáum við að þær eru kannski ekkit fyrst og fremst hugsaðar sem einhver fyrirmyndum fjölskyldulíf. Þær eru djúpt guðfræðilegar og fjalla hvernig Guð vinnur í gegnum alla mannkynssöguna frelsun heimsins. Jæja, þegar við drögum þetta allt saman, þá sjáum við að heilaga fjölskyldan er ekki einhver einfald mynd, heldur virkilega marglaga og flókið tákn. Við höfum raun afhjúpað 3 aðskilin en samt samofin lög. Í grunninn eru það hinnar mannlegu og dramatísku sögur Biblíunnar. Ofan að það kemur svo hins samfélagslega og trúrælega smíð 19. aldar sem skapa við þessa friðsælu fyrirmynd. Og undir yfirborðinu finnum við svo þennan djúpa brunn af guðfræðilegri táknfræði sem tengir þessa einu fjölskyldu við alla frelsunarsöguna. Heilaga fjölskyldan er því ekki einhver frosin mynd á vegg, hún er lifandi hugmynd, lifandi samlíking sem hefur breyst og tekið á sig nýja og dýpri merkingu í takt við sögu og samfélagi gegnum aldirnar. Og það fær mann náttúrulega til að velta fyrir sér, ef þessi ímynd er svona marglaga og síbreytileg, hvaða merkingu getur hún þá haft fyrir okkur í dag? Hvað gerir fjölskyldu heilaga í okkar nútíma samfélagi? Það er spurning sem er klárlega vert að hugleiða.